Alan, welcome. Thank you. First of all, this is your second year here in Akureyri, so you guys must like Akureyri a lot. Yeah, of course. Yeah, I come last year. We're a group of 5 coaches from Liverpool, and we had a great time coaching the youngsters here in Akureyri, and it was a pleasure to accept the job again and come and coach them again this year. So you guys are from Liverpool, right? And I was thinking, Liverpool is a really big club, and what benefit do you guys see in like coming to Iceland and teach the kids? Yeah, as you said, it is a really big club, and it's really well known all over the world. And I think Iceland have got a big base for supporters in Liverpool. For Liverpool in Iceland. So obviously as a club, you know, what we strive to do, we strive to give our young supporters and old supporters a great experience of our club. Now if that means bringing our club here to Iceland and coaching these youngsters who support our football club, then that's what we want to do. We want to give them a great experience of the Liverpool way, try and teach them a little bit about what we do back home in England. In what we do in our academy, so we'll teach them all our technical drills, our fun drills that we do back home, and basically bring our club and our coaches to them to let them enjoy their experience with us. And this is like a 4 days like camp. This is a 3-day camp. Yeah, we do 3-day camp. Yeah, and over the 3 days we have different themes of the day. So we work on different technical sessions and tactical sessions throughout the 3 days. So of the first day we might do a passing theme of the day, and we'll talk about a lot of the passing move drills that we do back home. A lot of the key messages to the kids. We'll talk about our players. So who are the best players who pass the ball back in England? Steven Gerrard is one of them. We'll talk about shooting on the next day, on the second day of the camp, and we'll talk to them a lot about Daniel Sturridge and Luis Suarez and players like that who I'm sure they watch week in, week out, and we'll do a little bit of sessions what they've probably been learned and taught in the past, and we finish on dribbling sessions. And again, we've got many quality players who can dribble with the ball, Raheem Sterling, Philip Coutinho. So we talk about the children with this, and we give them the best possible drills and time that they can have with us. So when you're coaching like young kids, do you try to balance like the fundamentals of the game and try to have fun as well? Yeah, we try and do a little bit of both. Obviously, it's a soccer school, and the ability is mixed, and we have a mixed ability of children. We're back home in the academy, the ability is really high, so we'll focus on the technical and tactical side of it. Now when we come abroad, when we get a mixed ability, we do want to give them the technical information and tactical information, but it is very important to us that they have a fun time with us, so they have lots of small sided games, lots of fun games, a lot of challenges, a lot of skills challenges, but in the main we want to see smiles on faces. We want the children to have a great time with us and walk away, and hopefully something that, you know, that'll stay with them for a long time, the experience. And hopefully, you know, we've seen them again this year, hopefully we can come back and they'll come back and want to join one of our camps again next year. So if we just talk about the kids here, do they always listen to you guys and do everything that you ask them to do? Yeah, obviously, you know, with the language barrier from the younger age, we have assistants who are doing a great job here, who are from Akureyri, and they're doing a great job with us. So the translation part, we have to trust that they're saying what we're saying to the kids. We have to trust them to translate into Icelandic for the kids. But the kids are great. They're willing to learn. They want to listen, and they show some really good technical skills as well. The technique is really high. What we've seen over the past 2 years here in Iceland. So finally, have you seen any like future prospect for our clubs here? Yeah, of course. We've seen some of the youngest age groups are showing really good skills, so the future looks bright. One of the older age groups, there's a couple of children there who are showing skills and technique beyond the years, if I'm being honest. So, you know, I think in a couple of years' time, maybe 5 to 10 years' time, this club could have some very good footballers. Well, thank you very much, Sam. Thank you very much. Good luck. Thank you. Við erum hérna í Liverpool-skólanum með 5 krakka sem eru komin til að læra fræðin. Kunna þessi gæðir eitthvað að kenna hérna sem eru að koma frá Liverpool? Já, þeir eru mjög góðir. En þeir mistu nú titlinum í vor, þurfa ekki að fara að æfa sig eitthvað betur? Jú, kannski aðeins betur. Hvaðan kemur þú? Ég kemur frá Neskaupstað.
Segðu mér, hvernig finnst þér aðstæðurnar hérna og hvernig er þetta að vera í Liverpool-skólanum? Mér finnst það mjög gaman, mjög skemmtilegt. Þeir eru að kenna þér eitthvað? Já. Og þú heitir? Marja Ból. Hvað heitir þú? Ég heiti Anna Karin. Og þú kemur líka frá Fjarðabyggð? Já, frá Neskaupstað. Hvernig líst þér á þetta? Mér líst bara mjög vel á þetta. Þetta er búið að vera mjög gaman. Skiljið eitthvað sem þessi gæjar er að segja? Já, ég skil. Flest allt. Er enskan að vera eitthvað bara annað móðumál líku við? Já. En með hvað liði heldur þú í enska boltanum? Liverpool. Er það gert bara fyrir þá? Já. Hvað heitir þú? Ég heiti Marja. Og þú ert að koma væntanlega frá Sauðárkrók, þú ert með Tindastós buff. Já, Er gaman? já, mjög gaman. Komstu hérna í fyrra þegar þetta var? Nei, þetta er fyrsta árið mitt. Sér nokkuð eftir að hafa komið og pröfað? Nei. Sem við, hvað heitir þú? Vilhelm Otto. Ert þú að koma hérna frá Akureyri? Já, Ert þú Þóra eða Káa? Þór. Sem er búið að vera gaman? Já, mjög gaman. Er þetta gæði sem kunna eitthvað að kenna? Já, já. Með hvað liði heldur þú í enska boltanum? Manchester City. Þetta líka nú spyrjandan á að heyra. Varstu hérna í fyrra? Nei. Heldur þú að ég er eftir að koma aftur ef þeir koma hérna á ári? Já. Sem hvað er þú? Ég heiti Gunnlaugur Árni Ingvarsson. Og þú kemur frá? Dalvík. Þú kemur úr Dallas. Segðu mér hvernig er búið að vera? Mjög gaman. Komst þú í fyrra? Já. Og er þetta betra eða bara svona svipa á eftir von á? Þetta er betra. Þannig að þetta er svona heilt yfir bara mjög gaman. Já. Mjög. Hér er alveg fullt af krökkum hérna standa allt í kringum og þú með hverju haldið þið? Já, það er nefnilega málið. Manchester City. Segðu þetta einu sinni enn. Manchester City. Herru, bara góða skemmtun og reyna að læra sem mest af þessum snillingum. Takk fyrir. Allstig, velkomin. Takk fyrir. Herru, að Liverpool-skólinn hérna, hvernig svona við byrjum, hvernig hefur við bara gengið? Bara rosalega vel. Við náttúrulega prófum þetta í fyrst skipti í fyrra og vorum svo heppnir að fá að taka þátt í þessu verkefni með þessum flottu þjálfurum frá Liverpool og það er bara standardinn og æfingarnar og allt sem þeir eru að bjóða upp á er alveg bara meiri háttar flott meðan við það sem við þekkjum og hérna, þó að það sé allt flott starfið hérna og starfið almennt á Íslandi þá var þetta alveg rosalega skemmtileg viðbót og þetta fer rosalega vel á stað, gengur vel og allir kátir og bara gaman. Hvað eru margir krakkar sem skráðu sig hérna til leiks? Núna er þetta, það er aðeins færri en í fyrra, þetta er svona milli 60 og 70 krakkar en það er rosalega skemmtilegt að sjá að þetta eru allstaðar af Norðurlandinu og Austurlandinu, Neskaupstaður, Egilsstaðir, það er Húsavík, það er Sauðárkrókur, Siglufjörður og víðar, þannig að það er rosalega gaman að sjá hvað það kemur víða að og við tökum vel að móti þeim hérna í þorpinu á þessu flotta svæði sem við erum með. Svona við bara, eins og með krakkana, finnst ykkur krakkarnir sé að móttaka allt sem þeir eru að segja? Já, maður sér bara að krakkarnir taka þessu mjög alvarlega og eru virkilega að leggja sér fram, eru að hlusta og ég meina þetta eru 3 heilir dagar má segja hérna frá 9:30 til 3 á daginn þar sem er verið að mata þau að fróðleik og kenna þeim fótbolta og sýna þeim æfingar og láta þau gera æfingar sem þau kannski hafa aldrei gert áður og þau eru að fá mjög mikið út úr þessu, já, myndi ég segja. En bara sem við klúbburinn, hvað erum við að fá svona fyrir þessa reynslu? Sko það sem við erum að fá, þetta er náttúrulega þeir sem eru að æfa hérna hjá okkur allt árið, kannski með sömu þjálfarana, í sama hópnum, með sömu félagunum. Þetta er náttúrulega rosalega mikil og skemmtileg viðbót fyrir þá. Þeir koma hérna og það eru nýjir þjálfarar frá Liverpool, tala ensku, eru með nýjar áherslur og öðruvísi hluti, þannig að tilbreytingin hitta hérna nýja krakka allstaðar af landinu kannski. Þannig að upplifunin er mikil og skemmtileg, ekki bara fótboltalegs eðlis heldur, líka bara félagslega. Og þetta er náttúrulega, eins og segja, þetta er annað ári hérna á Akureyri, með verðið búast við bara áframhaldandi samstarfi. Já, ég vona það. Ég held það alveg klárlega og ég vona það. Því þetta er eins og ég sagði, rosalega skemmtileg og mikil viðbót við starfið sem fer fram hjá okkur. Allstig. Takk fyrir.